Komiði sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Og það auðvitað viðeigandi eftir síðastliðinn laugardag. 16. maí, kjördagur, var góður dagur fyrir alla hægri menn á Íslandi. Og haldi forystu fólk borgaralegra afla rétt á spilunum geta sveitarstjórnarkosningarnar markað tímamót orðið straumhvörf í íslensku stjórnmálum. Fyrir ríkisstjórnarflokkana eru úrslitin hins vegar áfall. Í höfuðborginni var samanlagt fylgi Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins rétt liðlega 32%, á móti rúmlega 51% stjórnarandstöðu flokkana, það er að segja Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Miðflokks. Flokkur fólksins þurrkaðist út. Sjálfstæðisflokkurinn er langstærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur. Miðflokkurinn fékk góða kosningu en Framsóknarflokkurinn tapaði verulegu fylgi en hélt þó einum borgarfulltrúa. Og þó það kunni að vera óvarlegt að draga miklar ályktanir af niðurstöðum í einstökum sveitarstjórnum, er óhætt þegar litið er á landið í heild að halda því fram að ríkisstjórnarflokkarnir standi veikar en áður og að kjördagur hafi verið góður dagur fyrir borgara sinnar fólk all land. Ekki síst fyrir Sjálfstæðisflokkin sem vann víða sérlega góða sigra og suma sæta, ekki síst í sveitafélögum þar sem forsætisráðherra beitti sér sérstaklega hart gegn Sjálfstæðisflokknum og oddvitum hans. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Samfylkingin urðu fyrir mesta áfalli í sögu flokksins í Reykjavík síðastliðinn laugardag og horfðu upp á fullkomið hrun í Hafnarfirði. Flokkurinn fékk aðeins 18,3% atkvæði í Reykjavík og hefur aldrei fengið minna fylgi. Þegar Samfylkingu bauð fram fyrst í eigin nafni árið 2006 fékk flokkurinn liðlega 27%. 4 árum síðar bætti flokkurinn enn við sig og náði tæplega 32% fylgi. Aðeins einu sinni frá 2006 hefur fylgi flokksins í Reykjavík farið undir 20% en það var í kosningunum 2010. Reykjavíkurlistinn sem Samfylkingin stóð að með Framsóknarflokki og Vinstri grænum fékk eins og 53% atkvæða árið 2002. Í þeim 6 kosningum sem Samfylkingin hefur verið með, framboðslista sjálf, í Reykjavík hefur meðalfylgi flokksins verið 24%. Niðurstaða síðastliðinn laugardag er því 5,5% stigum undir sögulegu meðaltali flokksins og 13,6% stigum undir besta árangri hans árið 2006. Það sem gerir niðurstöðuna enn þyngri er hversu mikið formaður flokksins og forsætisráðherra lagði undir. Kristrún Frostadóttir tók fullan þátt í kosningabaráttunni, líklega þeirri trú að vinsældir hennar yrðu vatn á myllu Samfylkingarinnar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega en einnig víða land. Hún hélt sérstakan blaðamannafund í Kópavogi til að kynna stefnu flokksins í sveitarstjórnum og vílaði ekki fyrir sér að gefa loforð á kostnað ríkissjóðs. Þá réðist hún harkalega að bæjarstjóranum Ásdísi Kristjánsdóttur sem íbúar Kópavogs svöruðu með skýrum hætti. Kristrún birtist í fjölda auglýsinga og var áberandi á samfélagsmiðlum og lék raunar stærra hlutverk en oddvitar flokksins í stærstu sveitarfélögunum. Fá ef nokkur dæmi eru það í íslenskri stjórnmálasögu að sitjandi forsætisráðherra leggi jafn mikið undir í sveitarstjórnarkosningum og Kristrún gerði. Úrslit kosningana eru því persónlegt áfall fyrir forsætisráðherra og formann Samfylkingarinnar. Hún stendur veikar eftir.
Og áfallið í Reykjavík er ekki eina vandamál Samfylkingarinnar. Í Hafnarfirði var niðurstaðan söguleg niðurlæging fyrir flokkinn. Samfylkingin fékk aðeins 17,8% atkvæða og tapaði stórum hluta fylgisins. Oddviti flokksins þar var Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður flokksins og fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar. Sé hægt að lýsa niðurstöðum kosninga sem affróði, þá á það við Samfylkinguna í Hafnarfirði. Flokkurinn fékk aðeins 17,8% atkvæða sem er 3 sinnum minna en 2006 þegar flokkurinn naut stuðnings 56% kjósenda. Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður Samfylkingarinnar og oddvitinn í Hafnarfirði eins og áður segir, ætlar að axla ábyrgðina einn og hefur sagt af sér sem oddviti og sem varaformaður flokksins. Það má því búast við átökum innan Samfylkingarinnar varaformennsku í flokknum, auk þess sem augljóst er að staða formannsins er ekki jafn sterk eins og áður. Á sama tíma og Samfylkingin tók víðast út refsingu kjósenda, styrkti Sjálfstæðisflokkurinn stöðu sína víða land. Flokkurinn varð stærstur í Reykjavík og vann einnig sterka sigra í mörgum stærstu sveitarfélögum landsins. Í Kópavogi styrkti Sjálfstæðisflokkurinn stöðu sína og náði meirihluta bæjarfulltrúa, þrátt fyrir mjög harðar árásir Samfylkingarinnar og Kristrúnar Frostadóttur sérstaklega. Hún gerði Kópavog að táknrænum vígvelli Samfylkingarinnar gagnvart Sjálfstæðisflokknum og beitti sér af hörku gegn Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra og oddvita Sjálfstæðisflokksins. En Ásdís stóð af sér atlöguna og gott betur og er orðin einn áhrifamesti sveitarstjórnarmaður landsins, í rauninni einn áhrifamesti stjórnmálamaður landsins, nokkuð sem forsætisráðherra óttast greinilega. Í Reykjanesbæ náði Sjálfstæðisflokkurinn sínu besta árangri í 2 áratugi eða svo og á Seltjarnarnesi hélt flokkurinn hreinum meirihluta með yfir 51% atkvæða og sýndi enn á ný hversu sterk staða hans er í sveitarfélaginu. Þá náði flokkurinn hreinum meirihluta meðal annars í Rangárþingi, Eystra, Húnaþingi og í Vestmannaeyjum og Sjálfstæðismenn juku við meirihluta sinn í Ölfusi, Hrunamannahreppi, Árborg og Garðabæ. Þá vann Sjálfstæðisflokkurinn góða sigra í Mosfellsbæ, Hveragerði og í Skagafirði, svo dæmi séu nefnd. Fyrir kosningarnar voru 113 sveitarstjórnarmenn innan vébanda Sjálfstæðisflokksins. Á þennan mælikvarða styrkti flokkurinn stöðu sína verulega og er nú með 128 kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum allt land. Enginn flokkur er með viðlíka stöðu og Sjálfstæðisflokkurinn. Og Björn Bjarnason, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins, bendir réttilega á vefsíðu sinni að kosningarnar staðfesti hve djúpar rætur Sjálfstæðisflokkurinn eigi allt land. Enginn flokkur hafi sambærilega tengingu við sveitarfélög landsins eða jafn sterka skipulagslega stöðu utan höfuðborgarsvæðisins. Björn heldur því fram að Sjálfstæðisflokkurinn sé sá flokkur sem best hafi tekist að tala bæði til höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar. Slagorð flokksins geti svo sannarlega verið byggð með byggð og undir þetta er tekið. Miðflokkurinn getur einnig unnað vel við sitt, enda tókst honum hann á fótfestu í sveitarstjórnum víða land og tryggja sér 3 borgarfulltrúa. Styrkari staða í sveitarstjórnum mun auðvelda frekari uppbyggingu og innra starfi flokksins. Og með sama hætti getur Framsókn unnað sæmilega, vonandi, við sitt þrátt fyrir að hafa mist 3 borgarfulltrúa og mist töluvert fylgi í Mosfellsbæ, í Kópavogi og í Garðabæ. Þá misti Framsókn verulegt fylgi í grónum Framsóknarbyggðum eins og í Borgarbyggð og í Skagafirði. En á móti styrkti flokkurinn stöðu sína verulega í Hafnarfirði og einnig á Ísafirði og Höfn í Hornafirði. En 2 flokkar þurrkuðust út á sveitarstjórnarstiginu, Flokkur fólksins og Píratar. Dagar þess síðarnefnda eru líklega taldir enda á flokkurinn enga kjörna fulltrúa
hvorki á þingi né í sveitastjórnum. Flokkur fólksins greinilega einnig í miklu vandræðum, svo miklu vandræðum að hann á hættu á útrýmingu. Sveitastjórnarkosningar eru oft þokkalegur svona hitamælir á landsmálin og viðhorf kjósenda, ekki síst til sitjandi ríkisstjórnar. Eftir síðasta laugardag bendir hitamælirinn til þess að borgaraleg og miðhægri sjónarmið eigi vaxandi hljómgrunn meðal kjósenda all land og þá sérstaklega stefna Sjálfstæðisflokksins. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, lagði mikið undir í aðdraganda kosningana en pólitískt orðspor hennar beið hnekki. Sveitastjórnarkosningarnar síðastliðinn laugardag voru fyrsta stóra pólitíska próf ríkisstjórnar hennar og ríkisstjórnin féll á prófinu. Ríkisstjórnin því í mótvindi og Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 25 punkta nokkrum dögum eftir kosningar. Vextir eru komnir í 7,75%. Peningastefnunefnd bendir á að verðbólga hafi haldist yfir 5% eða sem af þessu ári og verðbólguvæntingar hafi aukist. Sleggjan hvergi sjáanleg, vextir hækka og verðbólga mikil. Samkvæmt nýrri spá Seðlabankans eru horfur á minni hagvexti og meira atvinnuleysi og tekið fram að efnahagsaðstæður geti þróast til verri vegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningu verður sagt upp síðar á árinu. Í yfirlýsingu segist peningastefnunefnd tilbúin til að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu að markmiðið 2,5%, þó það gæti hægt enn frekar á efnahagsumsvifum. Það því ekki sérlega bjart framundan í efnahagsmálum okkar Íslendinga og það koldimt yfir ríkisstjórnarheimilinu. Og á flótta sínum undan verkefnum ætlar ríkisstjórnin að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu aðlögunarviðræður við Evrópusambandið. Þjóðaratkvæðagreiðslu sem forsætisráðherra segir að snúist það hvort Íslendingar vilji eða vilji ekki ganga inn í Evrópusambandið sem glímir við margfalt erfiðari mál en við Íslendingar. En meira það síðar. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.